Sædís komin á fyrsta stórmóti með Íslandi, hvernig er tilfinningin? Hún er bara rosalega góð. Þetta er eitthvað sem maður hefur alltaf dreymt og maður er í þeim forréttinda hópi að fá að upplifa þetta. Er þetta ekki bara eitthvað sem maður, eins og segir, mann dreymir bara frá að maður er lítill krakki? Jú, algjörlega, og þegar maður lítur tilbaka og sér myndir af manni þegar maður var pínulítill þá fær maður smá svona, hvað segir maður? Maður fær svona smá reality check og það er virkilega stórt og mér finnst það ótrúlega mikil forréttindi og er bara ótrúlega stolt að fá að vera hérna. Hvernig var bara að mæta til Svissi í gær? Bara rosalega fínt, það er mjög fallegt hérna og náttúrulega bara ekki að vera með þessum hópi. Það mæta á hótelum, maður er búin að sjá myndir á þessu, er þetta ekki ógeðslega flott? Þetta er ógeðslega flott og þetta er eiginlega bara smá svona unreal, þetta er eiginlega bara eins og málverk þegar maður lítur út gluggann, þannig að það er ekki við neina að kvarta. Dagarnir í Serbíu, gerðu liðinu gott? Já, algjörlega, þéttu hópinn og fengum aðeins að venjast hitanum, þannig að ég held að það var bara mjög nauðsynlegt fyrir okkur að fá þessi daga saman. Leikurinn góður, tókum sigur, mikilvægt að taka sigur inn í mótið? Já, virkilega, og bara virkilega vel spilað leikur okkar hálfu og margt sem við getum tekið með okkur. Stóðsendingin þín í leiknum, besta stóðsendingin þín á ferlinn, á Svindísi? Ég segi það nú kannski ekki, en já, hún gerði það virkilega vel og já, bara frábærlega vel gert. Þú hefur átt alveg betri stóðsendingin en þetta? Já, ég myndi kannski segja það, en ég ætla ekki að fara að taka neitt að henni, hún gerði það frábærlega. Svona frammistaðan í leiknum, margt gott sem við getum byggt á fyrir mótið? Já, algjörlega, og margir góða kaflar sem við getum tekið með okkur og sköpum okkur virkilega mörg færi og já, gerðum þetta bara virkilega vel. Svo komum við til Sviss að styttist í fyrsta leikinn, hvernig bara leggst fyrsta leikurinn á móti Finnlandi í þig? Bara mjög vel, við erum bara rétt að byrja að undirbúa okkur og fá minna nokkra daga áður við spilum fyrsta leik, þannig að þetta leggst bara virkilega vel í mig. Þetta er svona fyrirfram, er þetta virkilega jafn riðill og verður vantilega bara mjög spennandi? Já, bara fínn riðill sem við fengum og ætlum okkur upp á þessum riðli. Svona, já eins og segir, bara verður virkilega jafn og spennandi riðill, mætum Finnlandi fyrsta leik, er það bara svona leikur fyrir okkur að ná í góð úrslit þar? Við förum náttúrulega í alla leiki til að vinna og ég held að allir leikir í þessum riðli verði leikir. Svona, ég fæði að spyrja lokin út í Vålerenga, hvernig hafa bara svona síðustu vikur og mánuðir verið þar? Bara virkilega góðar og já, bara draumur sko, þannig að já, en nú er ég náttúrulega hér, þannig ég vil bara fókusta á það. Er þetta skemmtilegt líf út í Noregi? Já, mér finnst það og hvart ekki við veðrinu og bara skemmtilegt að fá að gera þetta sem atvinnu. Ertu eitthvað farin að hugsa til hreyfings, það er kannski starra skref? Nei, en fyrst og fremst er ég bara að hugsa um að standa mig og síðan kemur eitthvað þegar rétti tímapunkturinn er. Móttökurnar sem þið fenguð hérna á svæðinu í dag, var þetta ekki virkilega skemmtilegt? Jú, virkilega skemmtilegt og skemmtilegt að sjá að fólk er að gefa sér tíma og mæta og koma og vonandi þetta sem bara koma skal. Takk fyrir þetta, Sædís, gangi vel.